Já, sportátturum ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og við erum komin yfir í torfæruna og eins og við gerðum í síðasta þætti fyrir viku síðan þá var náttúrulega vorum við að hýta aðeins upp fyrir nesmótið og Íslandsmótið sem haldið var á Akureyri helgina og við erum komin með eitt keppanda og einna svona skipuleggjandum meðal annars sem tengir spílaklubbi Akureyri, Stefán Bjarnhéðsson, komdu blessa á sæll eða ekki? Já, í sælvertu. Hvernig hefur það eftir helgina? Heyrðu bara ljómandi, það er svona hálsinn ekki alveg búin að jafna sig. Nei, það er mjög skiljanlegt. En þetta var bara hörku helgi, sko. Já. En hvernig hefur kaldið það eftir helgina? Heyrðu, hann er bara í góðu lagi. Já. Helviti góðu. Við það var smá bilun hjá okkur á laugardeginum. En svo komst það í lag og hann fekk, við fundum hestöflin, öll hestöflin. Já. Sem þurfti. En þið tóku ákvörðun að lifa sunnlendingum að þess að stríða ykkur núna? Heyrðu, já, þeir komust aðeins fram úr okkur núna. Já. Ívar, hann náði Íslandsmeistaratitlinum og sigraði hann að báða dagana og ég klóraði aðeins í bakkan hann, var í öðru sæti báða daga. Ívar átti þetta alveg skilið, hann gerði vel kallinn og þetta var bara. Og ertu að sjá bætingu hjá honum milli árana núna? Já, það gerum við ekki alltaf að læra aðeins, sko. Já. Hann er alveg harður ökumaður, sko. Já. Það er ekki spurning. Það voru margir einmitt í áhörundunum sem voru svona, ekki fara að endurtaka eigi staði. Nei. Á sunnlendingunum. Já. En hvernig svona fannst þér annars þetta mót svona ganga fyrir sig? Heyrðu, þetta bara fór mjög vel fram. Þegar vorum ekki heppnir með veður á laugardeginum, það rigndi svolítið á okkur. Já. En svo var sól og blíða á sunnudeginum og allir búin að gleyma rigningunum leið. Og byrstu upp. Og það var bara fjöldi mann sem kom þarna og já, þetta bara fór mjög vel fram. Engin óvart þannig og það var náttúrulega biluðu svolítið bílarnir eins og gengur. Já. Einhverja vélar sem fóru og skiptingar og Það fylgir þessu sporti? Það fylgir. Enda eru þið svo moldríkir eða ekki? Já, minnst ekki á það maður. Já. Nei, þetta kostar svolítið. En þið fengu heldur betur gott viður hérna á sunnudeginum en brautina sjálfur, þær voru það ekki alveg vel blautar samt eftir rigningadagana þarna föstudaginn og laugardaginn? Jú, þetta var rauninni bara mjög gott þarna á sunnudaginn því það var ekkert ryk. Því þetta er náttúrulega þessi leiðbrekka þarna hjá okkur sem að ríkur upp sko í fyrsta þurrk. Já. Þannig að það var bara gott, það var ekkert ryk en náttúrulega laugardagurinn var svolítið blautur og sleipur sko. Það var lítið grip í brekkunum. Maður væri á þeim en betri dekkjum sko. Já. Og mætingin hún var góð? Já, þetta voru 40 keppendur og það er sko 9 sem komu frá Noregi að keppa og þeir voru bara ánægðir með viðveruna hér og þeir voru einnig með bara stuðningsmannaklúbba með sér? Já, það var fullt af útlendingum hann að mættir sko. Bæði náttúrulega Norðmönnum og svolítið Bandaríkjamönnum líka. En þetta er stærsta mót sem haldið hefur verið í torfærunni, er sagt? Já, svona keppendalega séð sko. Ég held að það sé rétt, það heldur verið fleiri keppendur. En hvernig er það á laugardeginum eða sunnudegi? Voru menn að passa sig eitthvað meira á laugardeginum að skemma ekki bílana sína og geyma á svolítið fyrir sunnudeginum eða? Ég var ekki var við það sko. Nei. En voru ekki mikið að lífa. Það var bara enda þegar menn eru komnir undir stýra á svona bíl og sko þá missa menn alveg svona rökhugsun annars þegar hólminn er komið sko. Já. En maður þarf adrenalín flæðir bara
þetta alltaf sama tilfinningin sem að þú keppir oft í þessu færið alltaf sömu tilfinninguna þegar þú ert komin undir stýrið? Já, það alltaf smá fyririldi, sko. Já. Maganum, það alltaf. En auðvitað er að þjálfast þetta upp eins og hana, það En svona þegar eftir fyrstu braut, þá maður svona allur annars, sko. Já. Og nú hérna... Eftir vænting, sko. Já, og Ívar Guðmundsson, hann var, greifa meistarinn. Já, hann náði sér í titil í greifinn. Og ekki svolítið erfitt að bera þann titil? Nei, þetta huggulegu drengur, sko. Hann ber hann vel, held ég. Já. Hann, hann fékk greifa titili fyrir þess að það nú venja sá sem stiga hæstur yfir keppendur óháð flokki. Hann fær titil í greifinn. Og Ívar var það, ég held að hann hafi verið 1880 stig eitthvað svo leiðis, minnum mig. En þetta búið að vera virkilega jafnt í sumar í götubílafloknum? Já, það búið að vera það. Það búið að vera það, sko. Og náttúrulega það jafnt á milli bíla í keppninni, sko. Eins og þarna, núna helgina. Það voru ekki mörg stig sem skildi af. Þetta náttúrulega eins svona, kannski minni aksjón, meiri ökuleikni í göttubílaflokknum, heldur en í hinum. Já. Og það svona aðeins, svona rólegri yfir því. En nú var, heimsmeistari var Ólafur Bragi að venju. Þetta hvað, í þriðja skipti sem að vera heimsmeistari? Held ég man það ekki. Já, hann allavega vann titilinn í fyrra, og hitti fyrra. Já. Það líka rétt hjá þér. Þannig að Snorri Þór, og svo Snorri Þór, hann kemur hérna á kordrengnum í öðru sæti. Hann að koma hérna, hann munar ekki miklu á stigum hjá þeim. Nei. Ég reyndar ekki með það við frammi hvað þetta var. Þeir eru alveg í sérflokki þarna. Já. Þessi strákar. Og svo norsarinn hann Arne sem var, hann var silfurhafi í fyrra á eftir Ólafur Braga og Arne Jóhansen eins og hann kallaði, ég man ekki á hvaða bíl hann á. Já, Thunderbolt. Já. Hann einn líka svo alveg sér á bóti, sko. Já. Ótrúlegt hvernig hann hangir í brekkunum. Þetta eins og hann sé límtur við brekkurnar, sko. Já. Er það þá miðað við á hvaða bíl hann er hann á mjög góðum bíl eða er það magnað bara hvernig hann keyrir hann? Hann er mjög vel uppsettur bíl, sko. Já. En samt ótrúlega þungur bíl, sko. En því það að menn er nú alltaf að byrja eftir léttleika í þessu. Já. Þá er hann að býsta þungum bílskismir. En samt hann er með 1200 hestur. Já. Ekki nema. Ekki nema. Og ekkert nítró, sko, eða turbínu eða neitt. Það er bara... Já. Það er bara... Hann lullar þetta svona. En svo eru þarna, norsarinn hinni, það er einn þarna sem heitir Róar Jóhansen. Hann lenti þarna á eftir Arni í 4. sæti. Já. Hvernig, er hann á svolítið öðru, hann er ekki eins þungubíl eða? Nei, hann er á Millisnum, þarna. Já. Nei, ég þekki hann bara ekki. Nei. Ég var náttúrulega á fullu þarna, sjálfur. Ég veit að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Já, nei, ég var nú kannski ekki alveg í þeim slag. Nei, eða þarna... Steingrímur var nú nær, sko. Já. Ívar en ég sleppti nú reynda 2 mótum í sumar, sko. Já. Og hvíldkalda? Já, ég var svona aðeins í róleitun þetta sumari, sko. Þannig að þetta var... Það er ekki hægt að taka á því öll sumur, sko, á fullu. Nei. Það er aðeins að... Það er að kæla sig niður öðru hvoru? Aðeins að kæla sig niður, sko. Það kemur bara sterkur inn næst. En þannig í sérútbúna bílnu þá voru Ingólfur Guðvarsson og Guðbjörn Grímsson í 5. og 7. sæti. Þeir náttúrulega eru miklu félagar. Ingólfur fékk náttúrulega Kötlu Turbo bara í láni í síðustu keppni á undan þessari. Já, það var.
ég kann að lána, hann átti við ykkur að byrjuna örleika. Já. Sinn bíl. Ingólfur allir að koma til núna, sko. Já. Hann var bara, sýndi góða takta. Hérna, sko. Hann með ansi græfan akstur, það svolítið gaman að fylgjast með þessu hérna á guttanum hérna. Já. Í tímaþrautinni þá tekur hann bara góða veldu og... Já. Þetta var svolítið spes. Alveg sjó. Já. Það var reyndar ekki mikil mold þarna akkurat það sem við snérum, sko. Nei. Það var svolítið gróf möl og þannig að bílarnir svona slætu ekki eins vel og annar staðar á þessu svæði, sko. Það var náttúrulega vel hált þarna við það eftir rigningarnar. Já. En hver munurinn fyrir þá hlustundur sem að hlusta á okkur núna og eru búin að pæli því það eru sérútbúnir götubílar og svo eru götubílar og hver svona helstu munurinn á þeim? Sérútbúnir götubílar, það eru reglurnar sem skilja þessa flokka af eru nánast dekkin og hann þarf að hafa útlit fjöldaframleiðs bíls. Já. Og það svo sem ekki mikið meir. Nei. Það þarf að vera bíl, sko, tveggja manna. Og hérna... Hinir eru á ausudekkjónum og með að vera grindur eins manna eða tveggja manna. Já. Þannig hljóða reglunar, sko. En hvað tekur núna við hjá þér og Kalda þegar tímabilið búið? Eru þið bara farin í sumafrí? Nei, það samspilna núna í haust, sko. Já. Ég ætla að taka þátt í henni. 13. september. Já. Og verður samspilna hérna á Akureyri. Og þá náttúrulega ég að pröfa að Kalda. Ég með þessa vél mína núna, nýsamselta, sem ég fékk nú ekki til að ganga almennilega fyrir en á sunnudeginum. Já. En ég held hún lofi góðu. Og ætla að sjá hvað gerir í sandi. Er þetta þá margir sem taka þátt í samspilnunni þarna? Já, það ég reyndar svo sem við vorum með samspilnunum Vestlunarhelgi. Það hefði mátt vera betri þáttaka. Já. En 25-30 tæki. Eitthvað svoleiðis. Við höfum verið með miklu fleiri tæki í sandi oft, sko. Þetta náttúrulega fólksbílaflokkur og mótorhjól og hérna stór mótorhjól á kófludekkjum og jeppaflokkur og svo útbúinn jeppaflokkur og svo dragsterar og það öll flóran, sko. Já. Það oft mikið sjór. Þessi bílar þegar þið eru að keppa á henni, þið náttúrulega, þetta verður bara, það ekki eins og þið séu knappar og þetta séu hestarnir, þetta verða bestu vinnir ykkar þarna? og vestu óvinnir? Það sko vex í þeim sálinn, sko. Já. Eftir því sem maður stríkur þeim meir. Það bara svo leiðis. Já. Nákvæmlega. En það svo sem gott að hvíla sig á þeim líka. Já. Ekki á aðeins til liðar og svo kemur löngunin aftur að stjúka þeim eftir smá tíma. Það eins og gengur, sko. Þetta sport. Hvenær eignaðist þú Kalda? Ég eignast hann 2007. Já. Þannig að hann hefur verið svona hérna fyrir kreppu töffari? Já, þetta var svona hann í lok. Það var 7. Jú, það var 2007. Já. Á kaupi hann. Þá var hann svo sem flottsöður sem í dag, sko. Já, ég trúi því. Ég svona aðeins búin að fikta í honum. Ljómandi. Stefán Bjarnhéðsson, já, við ætlum að minna náttúrulega hlustuna á að mæta á sandspilnuna. Það hvað sagðirðu? 13. september. 13. september. Að gera fjölmenna þangað. Já. Þið eru alltaf með einhverja mikla viðburði þarna á bílaklúbbnum. Já, svo spilna næstu helgi líka. Já. Það minningarspilna. Það haldinn. Götuspilna. Já, og það eitthvað nýtt minningamót eða? Haldinn upp á braut hjá okkur, sko. Já. Og þetta minningamót til, minningu til þeirra. Það var hérna, var sambandi við flugslýsi sem var í fyrra. Já, já. Þetta svona, það verið að reyna að búa til sjóð. Til þess að aðstofa
já, svona unga ökumenn sem að kannski lendi í einhverju aðstæðum sem að hérna þurfa aðstoð að halda. Já. Eða hvort sem það er ungir ökumenn eða svona eitthvað tengt því. Það núna bara næstu helgi. Byggja upp svona sjóð í sambandi við það. Já. Sem það hægt að leita í. Og göturspyrnan núna bara næstu helgi eða ekki? Já, það næstu helgi. Já. Það verður bæði bílar og mótorhjól og jeppar og eitt fjóran, sko. Stefán Bjarnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma hérna á Suðurlandinu og bestu kveðju norður. Já, takk fyrir sömuleiðis. Segðu það. Það var gott. Já, Stefán Bjarnason sem mitt þarna í stjórn Bílaklúbb Akureyrar og hann mitt tekur það fram. Það göturspyrna minningamót sem fer fram núna á laugardaginn næsta á Akureyri og allir ógóðumótunum renna í minningasjóð sem var stofnaður í minningu þeirra Páls og Pétur sem létust í flugsleysi á akstursíþróttasvæði í fyrra. Nú, sportáttarinn ekki lengra sinni. Ef við förum aðeins í getnum úrslitin í Fíanes torfærinni, þá var það þannig náttúrulega Ólafur Bragi Jónsson sigraði með 3.399 stig, Snorri Þór Árnason var í öðru 3.250 stig, Arni Jóhansen með 3.088, Róar Jóhansen í fjórða með 2.915, Ingólfur Guðvarsson í fimmta með 2.860 og í sjötta var Guðbjörn Grímsson með 2.826. Sjöunda Helgi Gunnarsson, áttunda Hafsteinn Þorvaldsson, Elmar Jón Guðmundsson í níunda, Kristmundur Dagsson í tíunda, Guðlaugur Sindri Helgason í 11. og Gestur Jóð Ingólfsson í 12. Svanur Tómasson í 13. Magnús Sigursson í 14. Valdimar Jón Sveinsson í 15. Haukur Einarsson í 16. Þormar Pálsson í 17. Ásgeir Benediktsson í 18. og Tór Óvind Svendsen í 19. Svo í sérútboðna götubílaflokknum þá var það Roger Fossen sem að sigraði með 3.267 stig. Jörgen Edler Pölsen var í öðrum með 3.138 stig og Pól Blesvík í þriðja með 2.964 stig og í fjórða Bjarki Reynisson með 2.928 stig. Svo kom Jón Vilberg Gunnarsson í 5. og Aron Ingi Svansson í 7. Fróði Abrahamsen í 7. og Ketil Jóhansen í 8. Og í Íslandsmótinu var þannig þá náttúrulega Bjarki Reynisson, hann vann 1627 í sérútbúnum göttubíla. Jón Vilberg Gunnarsson var í öðrum við 1290 og Aron Ingi Svansson í 3. Og í göttubílunum sjálfum þá var það Ívar Guðmundsson í 1. með 1830 stig, Stefán Bjarnason í öðrum með 1722 stig, Steingrímur Bjarnason í 3. með 1624 stig og Eðvald Orri Guðmundsson í 4. með 1590 stig og Sævar Már Guðmundsson í 5. með 1495 stig. Og í 5. umferð Íslandsmótsins í torfæri var það Ólafur Bragi Jónsson sigra með 1860 stig. Í öðru sæti var Snorri Þór Árnason með 1830, Ingólfur Guðvarsson í 3. með 1485 og í fjórða sæti var Valdimar Jón Sveinsson með 1480, Helgi Gunnarsson í 5. með 1420, Elmar Jón Guðmundsson í 7. með 1351, Hafsteinn Þorvaldsson í 7. með 1298, Guðlaugur Sindri Helgason með 1050, Haukur Einarsson í 9. með 1040, Ragnar Már Svansson í 10. með 1000, Svanur Tómasson í 11. með 980, Þormar Pálsson með 910 og í 13. Gestur Jóð Ingólfsson með 750 og Gestur Kristján Jónsson í 14. með 430 stig. Og í 7. umferðinni var það Ívar Guðmundsson sem sigraði með 1880 stig í göttubílunum, Stefán Bjarnason í öðrum með 1780, Sævar Már Guðmundsson í 3. og Eðvald Orri í 4. og Steingrímur Bjarnason í 5. Heldur nú, sportáttarinn verður ekki lengra sinni. Ég minni að sjálfsögðu á leikinn á næstunni. Það náttúrulega veisla Stjarnan Inter annarkvöld klukkan 9. En Silfurskeiðin, hún ætlar að hafa þannig á stærsta leik ársins að bjóða alla velkomna í uppbjötunarverslur sem framfer í Ölver Sportbar í Glæsibæ sem það ætlar heldur betur undirbúa fyrir þá snild sem fer fram kvöldi og uppbjötunni hefst klukkan 5. Syngja sig í gang, drekka góða drykki og halda upp á það að þessi komið jafnlangt og raunberi vitni í Evrópukeppninni. Og skrúganga leggur svo af stað klukkan 8 á völlinn því að leikurinn hefst 9. Held ég nú. Svo á fimmtudaginn þá er það að fjölmiðla Laugardalsvöllinn, Ísland-Danmörk.
og sá leikur hefst klukkan 7:30. Mikilvæg leikur í undankeppni HM. Ísland í öðru sæti með 13 stig og Danmörku þriðja með 12. Svo náttúrulega Pepsi-deildin á miðvikudaginn. FH Keflavík KR Fjölnir, þessi leikir klukkan 6. Og ég gleymdi að fara inn á það að það var einn leikur líka í 4. deild karla í kvöld. KFG sigraði Afríku 11-0. Svo heilumferð í 1. deild karla á laugardaginn. KA, Leiknir Reykjavík, IA, Grindavík Haukar, HK Þróttur, BI Bolungarvík, Selfoss, Tindastóll, Víkingur Ólafsvík. Svo það Huginn, Ægir, Njarðvík, Völsungur í 2. deild karla, Grótta, Fjarðabyggð, Sindri, IR, Hamar, Magni og í 3. deild karla það Hamar, Magni ásækið. Svo einn leikur Pepsi-deild karla á sunnudaginn, ásækið heilumferð. Hásteinsvelli klukkan 5, IBF Þór, Fylki Valur, Samsókvellinu Stjarnan, Breiðablik klukkan korter yfir 7. Sportáttunum verður ekki lengra sinni. Minni á hlustun næsta helgi. Það hægt að hlusta á upptökur úr þætti kvöldsins á suðurlandfm.is. Heyrumst eftir viku, mánudagskvöldi næsta. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.